og velkomin í Smárakirkju. Það gott að syngja Drottni lof. Það örugglega eins með ykkur eins og mig og aðra, því ég finni fyrir þessu jörðin titrar. Skelfur, mismikið reyndar, en alltaf annars lagið svolítið hressilega og lætur ykkur finna fyrir sér. Það svolítið gaman, fæðingarhríðir, já, það svolítið gaman að því að ræða við fólk í dag sem eru, hvað ég að segja, andlega þenkjandi. Ekkert endilega bara kristna, heldur bara andlega þenkjandi fólk. Það nánast allir úr þessum hópi sem telja nú sé ykkur tímamót í heiminum. COVID hafi og sé að orsaka breytingar og síðan eru þessi jarðskjálftar fyrir þeim bara tímanna tákn einhvað meira og það eru bylting, breyting. Ég veit ekki hvort ég gangi svo langt að segja svo einn vinur minn, Ómar úr Kópavogi, sagði þessu þegar hann sagði mér, ég hitt hann í Skeifu, við vorum svona leikfélagar og þá var hann rúmlega 30 og þá var hann að flytja til Ástralíu. Og ég segi, hvað þetta var að gera til Ástralíu? Eitthvað þar? Nei, það að verða pólun á jörðinni. Þannig ég farinn. Norður verið suður og suður verið norður. Já, hann tók þessu svona alvarlega, hann bara flutti með sína fjölskyldu. Og sumir taka sér nefnilega mjög alvarlega, svo aðrir sem ekki alveg þarna, en svo alveg stór hluti fólks sem vonar að það séu breytingar. Þeir geta alveg vissum að séu einhverjar breytingar að koma, en þeir vona það svo sannlega því það svo margt sem þarf að breytast. Það ekki? Það svo margt sem þarf að breytast. Þetta var nú bara svona aukaræða, aukapælingar út af jarðskjálftum. Ég ætla hins vegar að ræða við ykkur svolítið áframhald af því sem við höfum verið að gera undanfyrir og Sibba var að minnast á áðan. Má fá með vatnssopa? Það vatn frammi ef þið viljið. Þetta var gott. Ég ætla að ræða við ykkur vers í Mattheusarguðspjalli út frá til að nota þau til að varpa svona frekari ljósi á þetta tala okkur kærleika. Og það ástæð fyrir ég minnist á þetta núna og tek þetta fram að eftir, ég heyrði núna í vikunni, ef ég man rétt bara núna síðastliðnu viku, ég segi ekki að það hafi verið eitthvað ansvar gagnvart kærleikanum eða ansvar gagnvart tölu okkar kærleikan, en það var svona gefið í skyn við mig að kærleikurinn væri nú ekkert nóg. Að þetta var svona, hann meira í kristendómnum heldur en kærleikurinn. Og ég ætla að nota, misnota frelsi mitt til að ítreka enn einu sinni og sýna ykkur úr Guðs orðu hversu mikilvægt þetta og hversu 100% í Guðs vilja þetta Ok? Lesa fræg vers. Þetta lærið þið og við sennilega bara í sunnudagsskólanum. Á sandi byggði hygginn maður hús, á sandi byggði hygginn maður hús, sandi byggði heimskur maður hús, á Bjargi átti að vera fyrst, hygginn maður hús, og svo kom já, síðan hvað ég man þetta vel. Á svo sandi byggði heimskur maður hús, og húsið á sandi, það fjall. Munið eftir þessu? Ok. Fannst að ég lesi þetta bara svo þetta sé rétt hjá mér. Hlustið nú á. Ég í Mattheus 7. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hyggnum manni byggðu hús sitt á bjargi. Nú skall á steypiregn eða jarðskjálftar eða hvað nú var sem hann dundi á. Fellibyljir. Vatni flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, en það féll ekki því það var grundvallað á bjargi.
Síðan var það sá sem var líkur heimskum manni sem ekki breytti eftir orðum hans. Hann byggði hús sitt á sandi. Steypirögn skall á, vatni flæddi, stormar blésu og buldi á því. Það fjall og fall þess var mikið. Þetta fræg sunnudagsskólavers. Fræg sunnudagsskólavers sem við syngjum alveg bara í hverjum einasta sunnudagsskóla. Og þá spyrir þú, hvað? Ég búin að heyra þetta svo, allar var að tala sand og bjarg og eitthvað svoleiðis. Já, það gera það. En út frá svolítið öðru heldur við erum vön að gera. Ég hef oft predikað út frá þessum versum og örugglega sum ykkar líka á, mörg ykkar. Og þetta því að það er hægt að nota þessi vers á svo margvíslegan máta. Þú byggir líf þitt, bara allt líf þitt, ef það er á sandi byggt. Þetta er bara eins og húsið þitt, þú ætlar að byggja á sandi og stormurinn kemur. Já, sko, það þarf alla sand til. Þið vitið hvað er búið að vera að gera út allan heim. Heilu, byggðarlögin eru bara að renna til sjávar hreinlega, bara af eðju og leðju sem að lekur niður. Og það feykir húsunum af grunninum. Ef að grunnurinn er ekki nógu djúpur og hefur fest undir sér, hann er bjarg, að þá hriktir í öllum einhvað kemur upp á. Þetta er svona kennslan sem við notum venjulega þessi vers. Og hún er góð. Og hún á vel við. Ég ætla hins vegar að grípa niður í, alltaf eitthvað svona, hlustiði. Í versi 24 byrjum við að lesa, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, hann er líkur, og svo kemur hryggnumanni og heimskumanni. Þess vegna er svolítið mikilvægt að vita, hvaða orð var það sem hann var að segja? Hvað var hann að segja áður en hann sagði þessa dæmisögu? Því að yfirleitt erum við ekkert að pæla mikið í henni. Við segjum bara að þetta er bara fyrir lífið. Ef þú byggir á bjarginu, þá ertu góður, byggir á sandurum, það er ekki svo góður. En Jesús sagði, sá sem hlustar þessi ormin sem ég var að segja nú rétt á hann, og fer eftir þeim, hann er hryggilmaður. Sá sem heyrir þessi ormin og fer ekki eftir þeim, hann er heimstímaðurinn. Þess vegna er mikilvægt að vita hver voru orðin. Já, hvar á ég að byrja? Ég ætla að fara bara alveg niður í 15. vers. Má ég fara niður í 15. vers? Á undan, sem sagt. Þetta er aðdragandinn að þessum orðum sand og bjarg. Varist falsspámenn. Þeir koma til ykkar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skuli þeir þekkja þá, sill og valdi. Þessi ungur hópur, mun ekki, hvaða lokal húmor var þetta? Sill og valdi notaði þetta úr Biblíunni til þess að þetta var eitt frægasta auglýsinga svona motto sem að matvöruverslun Reykjavík hafði, sill og valdi. Af ávöxtum skuli þið þekkja, það var alltaf með bestu ávöxtin í bænum. En, bara þurrki þetta út, þetta er farið. Af ávöxtunum þeirra skuli þið þekkja þá, falsspámennina. Hvort lesa menn eða tína vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið, því eldkastað. Af ávöxtunum skulu þið þekkja þá. Þetta er upphafið þetta er aðdragandinn og upphafið af sandinum og bjarginum. Stoppum aðeins við. Falsspámenn. Í stuttu máli er hann að segja, ekki hlusta á alla þá sem opna munninn. Það er ekki allt gott og blessa sem kemur frá þeim. Jafnvel þó að hljómi rosalega satt. Því að þeir eru gjarnir á að vilja leiða þig afvega, hafa af þér peningin, láta þig opna budduna, svo segir eitthvað sem kitlar eyrun. Eitthvað sem er svona, já takk, ég er alveg, já, hvað sérðu mann í lífi mínu, já. Ég verð að segja ykkur einu þessu.
Ég held að ég alveg frábær svona psychic reader. Ég hlustaði á, í Bandaríkjunum bjó þar er þetta alveg yfirfullt á stöðunum. Og þar var, nú ætla ég að segja hversu djúpt þetta var. Það var kona sem kom, hún frá Mið-Ameríku, hún frekar lágvaxin, dökk, eða svona brúnleit, lágvaxin kona. Og síðan kom lesarinn og sagði, ég sé mann, svona sagði ég sé mann í lífinu, þegar hún sagði nefnilega, ég sé mann í lífinu. Þú ert einhleypur, það ekki? Jú. Já, það er maður í lífinu. Hann er stuttur, hann er brúnn. Ég hef ekki sagt það. Það eru 99% meiri líkur hún finnir sér mann úr sínu eigin ranni heldur en háan ljósaran Svía. Þetta var hún öll dýftin í því. Svo sá hún bara hvað fjallaði þennan mann. Þetta geta þú meira segja gert. En þetta ekki efni predikarinnar eða kennslunar. Ég svo slæmur í þessu krakkar. Ég fer alltaf, já, þetta eitthvað í hug. Aðeins að segja ykkur þetta. Þetta svo sniðugt. Það ekki? Það bara allt í lagi, já. Þessir falsbámenn. Með öðrum orðum það sem Jesús að kenna þarna, hann byrjar þessi kennslu á að tala falsbámenn. Með öðrum orðum það sem að segja að verk, hjarta mannana tala meira heldur en orðin. Orðin skipta engu máli ef að verkin sýni ekki það sem orðin segja. Það það sem hann að segja, hann byrjaði þess að ræða því. Þetta eru falsbámenn, þeir eru á fölskum forsendum, þeir eru að narra þig með fögrum orðum. Og veistu hvað? Það kemur ennþá skýrar eftir og ég ætla að fara betur að þessi þangafla. Hversu oft þarf þetta að nota réttu orðin, gera réttu hlutina sem alveg ofboðslega biblíuleg en eru samt röng. Ef að lesa áfram. Viljið vita hvað hann var að reyna að segja okkur þetta með sandur og bjargið? Með öðrum orðum, til að klára þennan kafla, þá sem að er gott tré innra fyrir, ber góðan ávöxt. Vonda tréð getur ekki borið þennan ávöxt. Nú kemur kafli sem ég veit að sum ykkar hafa átt erfitt með. Ég átti mjög erfitt með hann kafla. Ég fann mig oft dæmdan og ég efaðist oft stöðu mína gagnvart Guði þegar ég las þennan kafla. Eru til? Ekki mun hver sá sem segir við mig, drottin, drottin, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn gerir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, hinum æðsta degi, þegar yfir líkur, munu margir koma fram fyrir drottin og segja, drottin, drottin, þegar bara nota þetta í eintölu, hef ég ekki í þínu nafni flutt orð Guðs? Hef ég ekki í þínu nafni rekið út illa anda og ég hef gert mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, segir Jesús, og segja við þig, Halldór, aldrei þekkti ég þig. Farðu frá mér, þú illgjörðar maður. Nú ætla ég að stoppa. Því þetta nú bara nóg til að koksa og við bara stoppum núna samkomin og fáum okkur vatn. Þetta bara svona vers. Hversu oft hef ég ekki staldrað við þessi vers og þú örugglega líka og þið sem heim eru að hlusta. Veitu, hvað verið að segja? Ekki allir sem segja að ég sé drottin fara inn í himinin. Ekki allir sem boða Guðs orð fá að fara inn í himinin. Ekki allir sem gera kraftaverk fá að fara inn í himinin. Vitið þið hvað oft ég hef staldrað við þessi, og hvar ég í þessum pakka? Vá, ég búin að boða orðið síðan ég var 17 ára. Ég bara segi ykkur strax, ég hefði ekki viljað hlusta á þá predikun. Þá
þá var á æskulustegi í Garðakirkju, fyrsta sem ég ber predika. Og ég hafði 10 mínútur, fékk bara 10 mínútur. Ég skrifaði eitthvað niður, eftir 3 mínútur eða 4 var ég búinn, svo ég endurtók bara. Og kláraði hann á 10 mínútum, 3 sinnum. Hún var ekki góð, þessi ræða, en hún var þarna. En síðan þá ég búinn að vera að reyna að boða Guðs orð og predika. Ég búinn að biðja fyrir sjúkum. Ég búinn að kasta út illum öndum. Og það ekkert garantí einu sinni með öllu. Ég búinn að játa Jesú Krist. En hvað? Fullt af svoleiðis fólki mun koma fram fyrir föðurinn og Jesús segir, sorry, ég bara þekkti þig ekki. Hver ertu eiginlega? Og ég hugsaði með mig, ég einn af þessum? Vá, rosalega óvissa þetta. Ég veit aldrei hvort ég hólpin eða ekki hólpin ef þetta svona. Þú veist, en lykillinn fólginn einu litlu orðu sem hann sagði. Aðeins þeir sem gera vilja föðurins. Þeir hafið allt. Þeir hafa aðganginn. Þeir munu koma og ég mun segja, gjöra svo vel. Þú gerði vilja föðurins. Hinir eru falsbámennir. Hinir eru þeir sem hafa öll réttu orðin. Þeir geta meira þess að staði hér úr pontu og predikað. En ekki vilja föðurins. Ekki endilega, meina ég. Þeir geta beðið fyrir sjúkum og jafnvel fyrir náð og miskunn Guðs, þá læknast einhver. Þau halda strax náttúrulega að þeir séu svo kröftugir. Vá, hvað ég... Fleiri veikir. Þú veist, bara, ég með þetta. Ég myndi aldrei segja þetta. Þeim er jafnvel ekki dirfast til að hugsa þetta. En innst inni, þá blundar, svakalega hefur Guð smurt mig. Ekki vilja föðurins, ég falsbámaður. Þetta náttúrulega svakalegt að horfast í augu við það að þjóna að þú best vitir Guð að þennan hátt kannski allt þitt líf og standa svo fram fyrir hásætinu og segja bara sorry strákurum minn. Hver þú aftur? Ekki örvænta. Það kemur botna á það, sko. Ég ætla ekki að skilja ykkur þetta hér, alveg á hreinu, lofa ykkur því. Farið frá mér, þið illtjörða menn. Og svo koma þessi vers sem ég byrjaði á. Hver sem heyrir þessi orð mín, sem ég var að segja, falsbámennina, að koma fram fyrir hann og gera hitt og þetta í nafni hans, en ekki vilja föðurins, hver sem heyrir þessi orð, og breytir eftir þeim hygginn og byggir líf sitt á bjargi. Hver sem heyrir þessu orð mín, breytir ekki eftir þeim, hann sandmaðurinn. Þetta gefur okkur allt aðra mynd en hvað að byggja bjargi og hvað ekki. Að byggja bjargi, eins og ég sagði á þann, ekki það að það sé ekki gott að predika það, þetta bara fyrir lífi, Jesús bjargi og gott að hafa hann í öllu. Það svo sannarlega satt. En bjargi sem Jesús að tala vilji föðurins. Þið með mér? Ég elska að kafa svona ég vona það gera líka. Þetta svo gott fyrir okkur. Þetta svo gott. Og þá kemur náttúrulega stóra spurningin. Ef við ætlum ekki að vera alltaf ykkur fordæmingu og óvissu það, hvort við séum að framganga í þessu eða ekki, hvort við séum að vilja föðurins, hvort við séum að byggja bjargi. Ég geti gripið niður í mörg vers til að sýna ykkur hver vilji föðurins Mörg. En ég ætla að grípa niður í bréfið hans, eða 2 bréf frá Jóhannesi postula, því hann tala mikið þessa hluti. Og ef við ekki fara fyrst í 3. bréfið hans, sem síðasta bréfið hans,
síðasta bréfið hans Jóhannesar. Þetta bara svona, svo kemur Júdas, svo kemur bara Ópenbarabókin, þetta þarna alveg í restin af biblíunni þegar þeir viljið fletta því upp og skoða. Það byrja bara strax í byrjun bréfsins. Öldungurinn, hann að tala sjálfan sig. Hann var fullorðinn maður, hann var að skrifa sér bréf til safnaðana sem var búið að stofna út alla jörðina. Og hann segir, öldungurinn heilsar elskuðum Gaiusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þeir vegni vel í öllu, þú sért heill heilsu, því líði vel í sál og sinni. Ég varð mjög glaður þegar bræður komu og greindu mér frá því hversu trúr þú ert sannleikanum. Sannleikurinn setur ykkur frjáls. Sannleikurinn er Kristur. Jesús er sannleikurinn. Hversu trúr þú ert sannleikanum og breytir eftir honum. Og breytir eftir honum. Og breytir eftir honum. Það er eitthvað sannleikur, það er eitthvað vilji föðurins sem ég á að taka allt mitt líf og ég á að breyta eftir honum. Það er nummer 1, 2 og 3. Það er undan predikuninni, það er undan fyrirbænni, það er undan því að lækna sjúka, það er undan öllu. Það er aðgangsmiðin að himninum. Ok? Þú sýnir trúna þinn, minn elskaði, í öllu sem þú vinnur fyrir söfnuðin. Kæri Gaius. Þú ert að vinna fyrir söfnu Guðs og þú sýnir trúnað í öllu og jafnvel ókunna menn. Breytir engu hvort eru safnaðarmeðlimir, nýir, ókunnir, þekktir, óþekktir. Þú sýnir enga mannamun, þú ferð eins fram við alla og þjónar þeim öllum. Þessir hafa vitnað fyrir söfnuðin kærleika þinn. Þú, Gaius, ert í vilja föðurins vegna þess að þú framgengur í kærleika. Það er aðalmálið. Ég var að láta hann segja þetta ennþá betur. Eins og ég segi, ég geti gripið svo mörg vers. Förum í annað bréf, Jóhannesar, sem er reynda bara 1 kafli. Annað bréf er á undan 3. bréfinu. Bara að þið var að leita sem er búin að slá upp í efnisyfirleitu öllu. Og þar er aftur öldungurinn. Öldungurinn heilsar henni útvöldur frú. Það er reyndar flestir sem álíta, fræðimenn, að þetta hafi ekki verið kona eða frú, bókstaflega heldur að frúin sé söfnuðurinn. Kirkjan er brúður Krist og hann er brúðguminn og hann er bara að skrifa bréf til safnaðarins sem er núna þroskaður söfnuður. Öldungurinn heilsar henni útvöldu frú og börnunum hennar sem ég elska svo sannarlega. Og ekki þekki ég einn, heldur einn í allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það að sækja sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilíðar. Náð og miskun, friður frá Guði föður og frá Jesú Kristi sínu föðurins mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Svo kemur það. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum. Takk, þetta er ekki öll börnin þín, en nokkur börnin, sem sagt ekki allur söfnuðurinn er þar, en stór hluti safnaðarins er þar. Og ég hef glaðst mjög yfir því að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Þannig kemur það. Eins og vilji föðurins er. Þetta er það sem pabbi sagði okkur að gera. Þetta er vilji föðurins, sem kemur núna eftir, er það sem að Jesús var að vitna í þegar hann sagði, sá sem heyrir orð mín, hann er að gera vilja föðurins af því hann fer eftir þeim. Sá sem heyrir ekki orð mín, eða heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, hann er sandmaðurinn. Hlustiði, þetta er svo gott. Það lifir eins og faðirinn bauð okkur. Nú bið ég þið frú mín góð
og þá ekki að skrifa þér neitt nýtt boðorð, heldur það sem við höfum frá upphafi fengið. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta boðorðið eins og þið hafið heyrt það frá upphafi til að þið skulu breyta samkvæmt því. Boðorðið bara eitt, sjáu það í fullt öðrum versum í allri biblíunni, fullt hjá Jóhannes og annar stað, boðorðið var bara eitt, elskaðu náungan. Punktur, basta. Þeir sem þar eru í vilja föðurins með líf sitt. Af hverju? Vegna þess að Guð kærleikur. Hann vaknar ekki einn daginn bara, ég ekki stuður að elska neitt í dag maður. Hann kærleikur. Hann á aldrei erfiðleikum með þetta. Vegna þess að flæði bara, þetta eðlið hans. Og þannig það, ef við plöggum inn í það eðli sem okkur úttelt í and okkar, þá erum við í vilja föðurins með líf okkar og þá verður orð okkar, athafnir og allt í samræmi við það. Þá þetta ekki innantóm orð. Munið þið, svona eins og hljómandi málmur og hvellandi bella, innantóm olíutina, bing! Heyrðu þið Halldóri? Hann var með rosa flott orð. Hann var á tómur kallinn. Þá bara ekkert í þessu, það var engin kærleikur, ekki neitt. Þetta það sem Jesús orði, þetta eru menninir sem á sandirum. Svo látið engan segja ykkur að það skipti ekki máli fyrir kristinn mann að ganga í kærleika og það sé reynda faktist aðalatriði. Því allt hitt fylgir bara með. Þeir sem ætla að byrja á hinu og láta vita hvort þeir ná ekki í kærleikan einhvers staðar, þeir missa marks og Jesús segir, sorry, hver þú? Þú ert ekki okkar sonur, okkar sonur fullur af kærleika. Sem segja, þetta nú erfið, hörða þessi ræða. Já, hörð. Nei. Hún bara alveg dásamleg, þessi ræða. Af því hún sönn. Ég segi ykkur eitt lítið, vegna þess að Sibba myndist aðeins á þetta á hann, með kærleikan. Það nefnilega ekki alltaf svo auðvelt. Fyrst af öllu, ég ætla að klára með þessu, ljúka með þessu. Fyrst af öllu, þá skiptir öllu máli bara að þú og ég framfyrir Guði, við gætum þess að okkar að við séum í sambandi við lífsuppspretuna, að við séum plögguð inn. Orðskveðin segja, umfram allt gæti það hjart ykkar því það eru uppsprettur lífsins. Allt þitt líf sprettur innanfrá. Það lífið sem þú hægt að passa. Og þar kærleikurinn, þar kemur andi Guðs, þar farið hlutdeild í hans eðli, þar lífið og flæðir það fram. Ef það ekki, þá hitt bara tómt. Okay? Þannig að þú og ég passum þetta. Síðan það þegar við vitum að við erum með kærleika Guðs í okkur. Þá spurning ég, hvernig framgöngum við í þessu þegar það svona hrikalega erfitt, eins og Sibba sagði, að elska. Og það getur bara verið svo erfitt. Þú veist, hvernig ósköpunum á ég elska þennan aðila. Þú veist, þessa ekkert mál. En það eru þau bara nánast alveg eins og ég og rosa góð við mig. En þessa, vá. Þetta eins og ólíkt fólk eins og ég veist, og bara kemur frá allt öðru sauðahúsi og bara, vá, fyrir utan það sem þau segja og gera bara, ég bara geti þetta ekki. Veitu hvað hægt að gera? Þið kennir ykkur gott ráð til þess að framgangu kærleika það sem erfitt. Ef þau eru að byggja húsið á bjarginu, ekki á sandirum, ímyndið ykkur að við erum ekki með fleka, við erum með fjalir, við erum að slá upp einni fjöl í einu í húsið, bara svo í gamla bara. Það tekur þetta aldrei lengri tíma. Og svo setjum við eina, við erum búin að fara og reynsa sumar og svo fengum við nýjar sumar og við erum að ræða þessu upp. Og síðan erum við að koma og við ætlum að hella steypi í þetta. Og ef að hver fjöl
kærleiksverk. Segjum að ég ætti alveg rosalega erfitt með Sibbu, sem ég á ekki, en segjum sem svo. Hún bara svo erfið, þú veist, og þú fer heim á hverjum degi bara, Guð, ég bara get ekki elska hann, samt á ég, hvernig ekki? Ok, það er hún. Þá vel ég að eitt kærleiksverk til hennar. Þetta er bara praktískt dæmi hvernig við getum gert þetta. Ég vel kærleiksverk til hennar. Það getur verið eitthvað fallegt orð. Mikið rosalega lítur vel út, Sibba. Vá. Og orðið sem þú talar um daginn, geggjað, þú veist, eitthvað. Og þú bara hættir alveg, ég get ekki sagt þetta er ekki satt, ég fíla ekki þetta. Þú veist, mér líður ekki svona. Ég ætla samt að segja það. Já, hann átti ekki að vera heiðarlegur. Jú, ég er heiðarlegur, en það sem skiptir öllu máli að ég sé vilja föðurins. Og hann segir mér að segja, elskaðu óvinni þína. Og hún er ekki eins og óvinni minn. Ég bara þola hann ekki, segja það. Og ég vel eitthvað fallegt að segja. Búin að setja eina fjöl. Næsta dag, næstu viku, þá ger ég eitthvað fyrir hana. Þú veist, ég er að fara að hitta einhvers staðar og ég er í Serrano eða hvað hún heitir allt sem hann Serrano, og ég kaupa einu svona rúllu fyrir hana. Hvað heitir þetta? Vefju. Af því ég veit henni finnst hún svo góð. Svo ég pakka henni inn og fer maður að segja hérna sem njóttu, ég er búin að setja aðra fjöl. Ok? Síðan ger ég þetta nokkru sinnum og svo það er nú ekki nú að hafa bara fjalir. Því að þú hellir í þessu steypu, þá bara fara þær út allt. Svo ég bindar saman. Þetta er svona járn sem bindur, heldur saman áður og hellir í. Þessi járn eru heilagur andi. Ég segi heilagur andi, hjálpa mér að framganga þessu. Hjálpa mér að kærleikurinn verði til í mér. Ekta. Að ég segi ekki bara framganga þessu að því ég veit ég á að gera heldur. Þetta er svo, ég mér langar til þess. Og ég hef gaman að því og gott að því og allur pakkin. Svo ég er að biðja heilarandi að hjálpa mér. Svo heilarandi, bytt þú saman þessa fjalir sem ég er að setja inn í lífsippu hérna. Og vitið það, einn daginn er ég komið með eitthvað mót, einn vegg, kannski grunn, eitthvað. Og hvað fyrir að gerast? Allt inni kemur Guð faðirinn og hellir steypu kærleikans í mótin. Og fyllir mig að þvílíkum kærleika að allt sem ég var að gera er ekki lengur erfitt. Það er bara ekki lengur erfitt. Að ég er búin að praktisera að framganga í kærleikanum. Jafnvel þegar það var erfitt. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér fyrir náð þín og miskunn. Þökkum fyrir það, Drottinn minn, að vilji föðurins er að fólki þitt framgangi í kærleika. Við viljum vera það fólk sem heyrir orðin og fer eftir þeim. Lifir, starfar, talar, vinnur í kærleika Guðs sem innra með okkur er. Drottinn, við viljum ekki hafa innantóm orð. Við viljum ekki vera eins og hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Við viljum vera full af þér. Hjálpað okkur, styrt okkur, sýnd okkur hvernig við getum byggt okkar líf á þessu bjargi. Með því að hlýða, með því að heyra orðin þín og fara eftir þeim. Þökkum við, Drottinn minn, í Jesú nafni. Bið fyrir hverjum sem er heima líka að hlusta. Hverjum þeim sem er í salnum eða heima og þekkir þig ekki, Drottinn. Opinberaðu anda þinn, Drottinn minn, innra með hverjum og einum sem þarf. Kendu, Drottinn minn, hver þú ert, sýndu hver þú ert. Og leiddu okkur öll, hvert sem eitt, inn í ríkið þitt á dýrlegan máta. Þess að þú ríkir í kærleika þínum, því þú ert kærleikur. Takk, Jesús. Halleluja.